Já, kæra áhorfendur, velkomin hér í Víkina þar sem að Víkingur er að taka á móti Kríunni í grildeild karla í handknattleik. Það náðist ekki að lesa upp leikmenn liðana þar sem að tæknilegir örðuleikar í mikrofónunum hérna. Já, það verið til þess að það heyrðist ekki nokkuð skapaðan hlutur en þannig að ég ætla nú bara að renna yfir liðin hér í gegnum upptökuna. Lið Kríunnar er skipað númer 12 Logi Ólafsson, númer 73 Arnar Þór Ólafsson, númer 6 Kjelir Mikkelsen, númer 7 Filip Andrónov, númer 8 Vilhjálmur Geir Hauksson, númer 9 Daði Lagstall Gautason, númer 13 Arnar Jón Agnarsson, númer 14 Henrik Bjarnason, númer 15 Gunnar Valur Arason, númer 19 Kristján Orri Jóhannsson, númer 23 Sigurður Egill Karlsson, númer 24 Egill Plóter Ottosson, númer 34 Hlynur Bjarnason, númer 44 Viktor Orri Þorsteinsson og númer 77 Viktor Andri Jónsson. Þjálfari Kríunnar er Lárus Gunnarsson og með honum eru Þorsteinn Þórsteinsson, Jón Birgir Kristjánsson, Sigurður Ingiberg Ólafsson. Lið Víkings er skipað númer 1 Hlynur Freyr Ómarsson, númer 12 Sverrir Andrésson, númer 2 Guðjón Ágústsson, númer 5 Arnar Gauti Grettisson, númer 6 Magnús Hallsson, númer 8 Arnar Steinn Arnarsson, númer 9 Bjartur Guðmundsson, númer 10 Ólafur Gunn Eiríksson, númer 11 Örn Ingi Bjarkarsson, 15 Róbert Pettersson, 18 Logi Snædal Jónsson, 33 Jóhannes Berg Andrason, 44 Hjaltimar Hjaltason, 50 Styrmi Sigursson, 54 Arnar Huginn Ingarsson og númer 77 Egidíus Mikalónis. Jón Gunnlaugur Viggósson er þjálfari Víkinga og honum er aðstoðari Andri Berg Haraldsson, Bjarki Garðarsson og Vilhjálmur Gunnar Pétursson og leikurinn hér hafinn. Víkingar hefja leik og eiga fyrsta skoti af marki sem að vörnin ver og Krían nær hraðaupphlaupi og það er leikmaður númer 44 Viktor Orri Þorsteinsson sem að skorar af öryggi og Víkingar komið stóknun aftur. Styrmir Jóhann Berg, Styrmir, kemur boltan eitthvað verið í gangi hér á vörninni. Slagsmál smá sem að dómarar leiksins gera athugasemd við. Dómarar í leiknum eru annars vegar Bjarni Viggósson og hins vegar Jón Karl Björnsson. Nú, hér í sókninni hjá Víkingum þá er í hægra horninu er Guðjón Ágústsson, númer 2. Hér númer 33 er Jóhannes Berg Andrason sem að gaf boltan þarna út á hornið á Guðjón Ágústsson sem að átti skot af marki sem að Arnar Þór Ólafsson í marki Kríunnar varði vel og nú er það Kría sem er komin í sókn, getur komist 2 mörk hér yfir í leiknum. Já, þeim er hér í vinstra horninu númer 8 Vilhjálmur Geir Hauksson, númer 77 vinstra megin fyrir utan er Viktor Andri Jónsson, á miðjunni númer 24 er Egill Plóter Ottosson, hægra megin er númer 19 Kristján Orri Jóhannsson og í hægra horninu númer 44 er Viktor Orri Þorsteinsson sem skoraði fyrsta markleiksins hér áðan úr hraðaupphlaupi. Nú vörnin Víkings gengum vel hérna út á móti sóknarmönnum Kríunnar sem eru í erfiðleikum en þarna náði Gunnar Valur Arason að koma sér inn í vörnina en Jóhann Berg stoppar hann. Nú þarna var arfaslög sending hjá Agli Plóter Ottossyni sem að Styrmir Sigursson náði að slæða höndinu út af og innkast. Það er hér stiltir upp og það er skot. Leikmaður númer 19 Kristján Orri Jóhannsson sem að skorar og Víkingar taka hér hraða miðju. Styrmir. Reyndi sending hérna inn á línuna. Það var Logi Snædal sem reyndi það og Krían keyrir upp í hraðaupphlaup en Sverrir Andrésson ver þarna 1-1. Þetta er gróft tekið, þetta var gróft brot, hann er snöggur hérna, hann fór aðeins niður, hann Jóhannes Berg og það var Gunnar Valur Arason í vörn Kríunnar sem var aðeins og seinna í og það er hér réttilega guðspjald, þetta var aðeins og harkaðett og svona hálsinn, ekki það hefur verið viljaverk en þetta er réttilega guðspjald og Víkingarnir fara hér af stað aftur. Nú
Hérna stjórnar leiknum hér á miðjunni, hann Logi Snædal Jónsson. Yfir á styrmi Jón Berg, Logi yfir á styrmi, áfram Jón. Þetta bolti gengur hér vel en vörn Kríurnar stendur sig og Logi í gegn markið og skorar en það búið að dæma aukakast. Logi var búinn að taka á mörg skref þannig að hann náði ekki að halda skotinu. Nú Víkingar halda áfram hér. Það er dálítið vel hressilega tekið á Hjaltamá á línunni hjá Víkingum. Þetta er engin vettlingatök í gangi og þarna aftur er hann Harður að Viktor Andri Jónsson hjá Kríunni sem gengur út á móti Loga. Og það er aðeins hendi komin á loft og það var boltinn yfir Logi og Jóhann með skot í vörnina en út af og Víkingar halda fá innkast og Jóhann Berg uppi núna og skora hér í næstöngina. Mikilvægt mark munin í 1 mark í staðan Víkingur 1, Krían 2 þegar 4,5 mínútur liðin að leiknum. Þetta er mjög mikilvægur leikur fyrir Víkinga sem eru á toppi deildarinnar með HK með jafn mörg stig og úrslit og verða að vinna þennan leik til þess að eiga möguleika því að komast beint upp. Eins og staðan núna er HK að óbreyttu ef að HK og Víkingar vinna báðar sem leiki þá er það HK sem fer beint upp þar sem að þeir hafa unnið báðar viðureign HK og Víkings og það er innbyrðis sem langum bolti fram. Guðjón náði aðeins of lögsendingu, náði ekki að koma almennilega stöð á markið og Krían fær boltan. Þetta boltan gangi hér yfir, já ég verð að segja það verður mikilvægur leikur. Það er hérna það sem að HK hefur unnið, vann báða leikina gegn Víking en þá er það innbyrðis viðureign sem að telja ef að liðið verður jöfnastigum í lok deildarinnar. Þau eru með jöfnastigum núna. Þannig að HK með pálmann í höndunum en HK er að spila við Hauka. Þarna var góð sending hér inn á línuna en Sverrir varði vel en sendingin ónákvæm. Hefði kannski verið betra að byggja upp sóknina hér aftur og fá örugt mark núna þegar staðan er 2-1 Kríunni í vil. Þarna var boltinn aðeins of langur fram á Guðjón. Nú Krían byggir hérna sóknina aftur verður bolt að ganga hér rólega til að byrja með. Klippingin er inn á miðjuna og það er ógnað önnur klipping og það var nú búið að opna, þarna var búið að opna vörnina í stað þess að fara í gegnum þá reyna Kríum en í línusendingu sem ekki tókst og í staðinn þá voru Víkingarnir sem að keyra hér á vörnina á Praðarplöpi en sendingin út í horn á Guðjón. Það var ekkert sem ætlaði að koma boltanum utan á Guðjón en hornamaður Kríunar Vilhjálmur Geir Hauksson náði að slæða hendinni boltan og út af en Víkingar halda boltanum og hér kemur Hjalti á línunni, tegir vel á vörnin hérna Styrmir og þarna var dæmt lína. Jóhann Bergur var svona aðeins og setni inn í vörnin að koma boltanum út í hornið en dómarinn dæma línu á Víkinga. Og staðan enn 2-1 Kríunni í vil þegar að 7,5 mínúta er að vera línar á leiknum. Það er ekki mikið með skorið. Þarna reynir Viktor Andri skot sem að Sverrir ver og enn ein sendingin sem á Hraðarplöpi sem að hér upp hægra megin á Guðjón sem að tekst ekki og enn eitt Hraðarplöpi sem að Víkingar klúðra. Þetta er ekki alveg nú á nákvæmar sendingarnar í þessi síðustu skipti sem að Víkingar hafa tök á því að keyra upp Hraðarplöp. Og Krían hefur enn einu sinni möguleika því að komast 5 mörkum yfir að klipping hér og enn einu sinni skot yfir. Það var Kristján Orri Jóhannsson sem skaut hérna yfir boltinn aftur fyrir markið og hægist aðeins á leiknum á meðan Sverrir sækir boltanum kemur um leik.
Nú, Logi kemur hér aftur inn á miðjuna, skipti við Egidíus í vörn og sókn. Og aftur sama kerfi á hann virðist vera Hjaltimar út, Jóhann Berg og Styrmir Jóhann kominn gegn og vel varið, mjög vel varið hjá ágætu skot og mjög vel varið hjá Arnari Þór í marki Kríunnar en það var búið að brjóta á Jóhanni, þannig að Jóhannes Berg Logi upp og þarna var hann inn í skoti frá Loga, hann getur skoti fyrna fast þarna af miðjunni, hann var ekki mjög hávaxinn en sterkur leikmaður og gott auga fyrir skotur, skorar mörg í hverjum leik yfirleitt og oft á tíðum þrumu skoti eins og þetta sem að var ekkert langt, var eina svona tiltölulega miður markinu en það fast að markmaður Kríunnar Arnar Þór náði ekki og Krían settist að leikinn aftur að stæði utan ganga, Styrmir gengur vel á og þarna kom mark frá Viktor Andra, staðan 3-2 Kríun í vil þegar að 10,5 mínúta eru eftir að leiknum. Hann átti þarna gott skot utan að velli sem að Sverrir náði ekki að verja. Styrmir komið hérna núna miðjuna, Hjaltimar kemur út úr af línunni, fer tilbaka, Logi ógnar, fer áfram, Guðjón yfir á Jóhannes sem kemur boltanum áfram yfir í hornið á Arnar Gauta og þarna var Logi aftur með skot sem að fer í varnarvegg Kríunnar en í markið. Þetta var það fast að það var nægur kraftur til þess að fara alla leið. Arnar Þór valdi vitlaust horn í þessu skoti, fór yfir vinstra hornið en bolti fór í hægra hornið og Víkingar búin að jafna þennan leikstaðan 3-3 þegar að 10,5 mínúta er liðin. Nú Krían hér Egill á miðjunni áfram yfir á Kristján Orra aftur kominn örfendur, sterkur leikmaður, kemur boltanum heldur í leik hérna ákveðislegan hátt. Viktor Andri og ágætt línusending inn á enn ein langi boltinn, þetta er 4. eða 5. hraðauppi þar sem sendingarnar í hraðauppum hjá honum Sverri hafa ekki verið í markinu, hafa ekki verið nægilega nákvæmar. Yfirleitt undanfarið hefur átt verulega góða sendingar fram í hraðauppum en einhvern veginn fókusinn ekki alveg nægilega góður að þessu sinni og staðan því ennþá 3-3 og Krían aftur komið með boltann. Er það Viktor Andri yfir á Kristján Orri með undir þetta skot sem að vörnin varði. Þarna náði Sverrir ekki boltanum en kom hérna aftur fyrir endamarkið þar sem var komin út fyrir línu, þá var þetta hortkast. Hefði verið fyrir inn í teig og slegin aftur fyrir þá var verið haldið boltanum. Og Krían heldur hér boltanum áfram. Egill hefur henni Viktor Andri tekinn föstum tökum þarna að vörn Víkinga. Fokkan inn, komur alveg inn undir línu en þeir alltaf ekki lefna áfram. Hönding komin á loftu þannig þá vantilega skjóta sem við gera en Sverrir, þarna kom sendingin sem búin að vera að bíða eftir þessi skipti. Sverrir ekkert að hætta þessu sendingum, hann ætlar að koma í Malmöna fram og kom þannig frábæri sendingu fram á Arnar Gauta sem að skoraði öryggi og kemur Víkingum yfir 4-3. Þótt að hann hafi verið að klúra nokkru sendingu hann upphafi þá hann ekkert að láta það brjóta sig. Sverrir heldur kemur með glæsilega sendinguna fram eins og honum í raun lagið og Víkingur komið yfir 4-3 og Krían freistar þess að jafna hér leikinn. Þannig Egill með skot, mér heyrðist það að farið í vörnina en dómarinn mátti að svo var ekki. Nú Styrmir upp inn á Hjalta og þetta víti þar sem að leikmaður Kríunnar Viktor Orri
var og steig inn í teig til þess að stöðva í halta og það má ekki og réttilega dæmt víti sem að Egidius tekur. En Arnar Þór Ólafsson gerir sér lítið fyrir og ver þetta skot frá Egidius Mikalónis og í stað þess að Víkingar kæmust hér 2 mörkum yfir að fær Krían tækifæri til þess að jafna leikinn. Staðan 4-3 þegar 13,5 mínútur liðin. Nú þarna miðjun hann Egill og Viktor Andri hér, sækir Magna Egill og Kristján Orri fer inn í vörnina og kemur inn á Gunnar Val en Sverrir Andrisson ver þarna skotráðunum af línunni mjög vel. Egidius, nei þetta var, Egidius með ekki með góða sendingu. Þetta var lína, já, þarna voru Krían sem var klúðra löngu kasti í hraðpöpunu. Styrmir var búinn að koma boltan hjá Egidius sem á fram á Jóhannes og þeir voru búin að vinna manninn þarna í vörninni og var allt bent til þess að Guðjón fengi boltan hérna hægra megin á hornið í góðu færi en Jón Gunnlaugur þjálfari Víkings ákveður að taka leikhlé og endurskipuleggja sókn Víkings. Væntanlega ekki allt of ánægður með þessa byrjun hjá Víkingum sem hafa verið að klúðra nokkur hraðpöpum en þrátt fyrir það þá staðan Víkingur 4, Krían 3 í svona nokkur höfum og ágætum leik. Og þá leikhlé búið, svo nánast búið, 10 sekúndur og þarna var það búið og það voru Víkingar sem tóku hér leikhlé og eru því með boltan. Það ekki hægt að taka leikhlé nema þitt lið sé með boltan, þannig að Víkingarnir eru þá væntanlega að byggja hér upp sókn. Við sjáum hvað gerist með það. Jón Gunnlaugur var að fara hérna greinlega með kerfi sem að vildi að þeir spiluðu og nú bara að bíða og sjá hvað gerist. Nú, þá allt tilbúið. Hjalti yfir á Loga, Styrmir á lagi, Jóhannesberg á lagi, það náttúrulega hornarhlaup úr vinstra, nei, hægra horninu var það. Ég var búinn að velja að það yrði hinum megin, Styrmir áfram og þarna var góð vörn. Þetta var góð vörn hjá Vilhjálmi Geir Haugsyni. Logi kom ekki boltanum út í hornið og náði að stöðva Loga. Logi hérna yfir á Jóhannes, það aftur sama hlaupinn, Styrmir yfir Loga, línusending hérna sem ekki tekst og hraðahlaup og það var þarna enninu sinna Sverrir sem hirði þennan bolta og Víkingar ekki komst áfram yfir. Logi kemur boltanum hérna inn á Hjaltamá sem að skorar af öryggi og staðan orðin 5-3. Krían hafði þarna tök á því að jafna metin en Vilhjálmur Geir Hauksson var það sem var fremstur einn á móti Sverri Andrisinni í marki Víkings en Sverrir lét ekki plata sig. Vilhjálmur ætlaði að vippa yfir Sverri en Sverri sá við honum. Sverrir er búinn að vera gífurlega sterkur í markinu hér í vetur, sýnt frábæra markvörslu og með 41% meðal markvörslu í gegnum allt mótið sem algjörlega frábært hjá markmanni. Menn sjá ekki oft þetta góða markvörslu. Nú þarna var hann Styrmir með skot sem að var beint á markmann Kríunar og Krían svaraði með hraðahlaupi og Vilhjálmur Geir Hauksson skorar þarna og minkar munin í 1 mark aftur. Við staðan 5-4 Víking í vil þegar að 16 mínútur eru liðnar. Nú þá kemur inn á hér miðjuna hann Örn Ingi Bjarkarsson. Reynslu mikill og góður leikmaður en hefur því miður átt við erfið meiðsla að stríða undanfarin ár, hlémeiðsl og þá ekki með fulla á þarna
Þarna fá þeir dæmdan ruðning en Styrmir náði þarna sendingunni fram, var snöggur aftur og lunkinn og hár og náði þarna sendingunni þannig að Víkingarnir komast hér aftur í sóknina. En ég var að segja það meðan Örning að synd að hvað hann hefur átt í erfiðum og miklum hnémeiðslum og ekki geta beitt sér eins og menn hefði viljað en mjög góður leikmaður en þetta háir honum sjálfsögðu í leiknum. Nú Jóhannes Berg upp og það það var alltaf dæmt aukakast á Krían allavega boltan. Þarna leikmaður númer 1, það ekki oft sem útileikmenn númer 1, en það Hlynur Freyr Ómarsson þarna hjá Kríunni sem kominn á miðjuna. Það nú yfirleitt markmanninn sem hafa verið númer 1 en hann kannski bara númer 1, nei ekki Hlynur segi ég ekki Hlynur fyrir hvert. Já, hann nú bara 1 ekki á skrá. Þannig að ennþá er það hann ekki skrá númer 1 þessi sem það niður að segja við borðinu. 1 ekki númer á skrá. Nú Víkingar byggja hér uppsóknina, Jóhannes Berg yfir Örninga, áfram yfir á Styrmi Örningi, frábæra sendingu með Hjalta Má sem skorar, þetta var frábær sending og Víkingar komnir í taumamörkum yfir 6-4 og 18 tæpa 19 mínútur liðnar af leiknum. Nú byggir Krían aftur upp sókn sína. Nú bara veit ég ekki hver þetta númer 1 á miðjunni þar sem að það ekki númer 1 á leikskýrslu frá Kríunni, einhver mistök þarna í skráningu á leikskýrslu eða í treyjum. Þannig að það allavega maðurinn númer 1 sem á miðjunni og lætur boltinn hérna ganga í báðar áttir. Þarna í hotninu reynir skot og þarna mikið bara til Jóhannesi sem nær að halda boltanum í Víkingsliðinu. Krían stöðvar þetta uppstökk og Víkingar byrja hér bara aftur byggja sóknina sína. Ekkendur. Hann skrifað 16 og nummer 1. Í skýrslunni ok. Ja, nú búin að fá hver hvað. Þetta Arnar Jón Agnarsson sem nummer 1 og nummer 16 varamarkmaður Logi Ólafsson. Það hefur eitthvað skolast til í þeirri skýrslu sem við fengum hér upp. Og þarna Örningi komin inn í gerði vörnina og ákveðar að þetta ekki vaða á markið þarna, heldur það var klárt fríkast þarna og vantarlega talið að hann fengi vít út úr þessu þess að leikmaður Kríunnar var inn í teig en það var ekki þannig. Styrmir út á Jóhannes Berg sem að lætur verja hjá sér. Arnar Þór Ólafsson búinn að verja nokkuð skot þarna úr 2-3 skot þarna á horninu og búinn að eiga ágætan leik eins og kollegi hann í markinu Víkings Sverrir Andrésson sem hefur átt hér margar góðar markvörslur. Og staða 6-4. Krían með boltann, þetta var búinn að vinna þarna mannin en þetta var hrasaði Vilhelm Geir á leiðinn inn og Víkingarnir taka hraða sókn út í hornið og það var skot í stöng. Þetta var vel gert. Vel gert að hafa boltanum þarna yfir höfuðið á Guðjón, yfir höfuðið á markmanni Kríunnar en boltinn því miður fyrir Víkingarna í stöng. Ágætt tilraun. Staðan 6-4, 21 mínúta liðin af leiknum.
Nú þessi staða 6-4 eftir 20 mínútur, það hefur ekki verið mikið skorað í þessum leik þannig. Varnirnar sterkar og nokkur hraðhlaup sem hafa farið forgörðum. En það getur nú breyst á stuttum tíma. Krían hér með boltan, Krían tók hér leikhlé þegar 21 mínútur að liða á leiknum og staðan 6-4 fyrir Víking og það er eðlilegt að endur skipuleggja leiksinn til þess að freista þess að komast hér yfir. Við kemur inn á sínum með númer 7 Filip Andronov hjá Kríunni sem er að rölta inn á línu. Kann að vera hann hefði verið hérna í leiknum en þetta allavega númer 7 og er að spjalla við, já þeir eru að breyta hér í 4-2 og kemur ekki á óvart að það er klipping að Kristján Orri kæmi út af horninu sem endaði með skot á miðjunni svona eins og uppfyllingin er. Það er mikla tilfæringin á leikmönnum, boltinn á breynu línu og það var Gunnar Valur Arason sem að skoraði þarna úr í raun og veru fekk. Það var nú ekki mikið pláss til að koma boltanum inn á hann en hann fekk það samt og skoraði. Við getum klofið á markmanni Víkings. Nú Jóhannes góð rykking og þarna var Egilus með skot sem að Arnar Þór Ólafsson í marki Kríunnar var í og nánast búinn að vera varði í stöng en boltinn fór inn. Nú þeir taka hér markmann út af og er að spila hér með 7 útileikmenn og markið tómt. Freista þess að ná að skora þannig, það er alltaf tvíbett von. Það getur gengið vel upp þegar með skora en aftur á móti verða hálf hallærislegt þegar ef að menn missa boltan og fá síðan skot í mitt marki og þarna ver hann upp í slána hans Sverrir Andrésson. Mér sýndist að það hafi verið Viktor Andri Jónsson sem átti þetta skot en Krían náði boltanum frákastan og heldur boltanum og freista þess að gera aftur á. Nú eins og ég segi hérna áðan hér er alveg þetta sem að verður dálítið hjákvæmdu stundu þegar að menn taka markmann út af og alltaf nýta liðsmunar með 7 sóknarmönnum og þá var Arnar Gauti Grettisson sem að hafði nú ekki mikið fyrir því að þessu sinni að skora í aukt markið hjá Kríunni og staðan orðin 8-5 Víkingi í vil þegar að 7 mínútur eru eftir af fyrri hálfleik leiksins. Og hér er Viktor Andri yfir á Narkar hérna að vera slást dálítið á línunni. Jóhannes Berg ætlaði ekkert að láta Filip Andronov spássara neitt allt of mikið þarna línu og tók dálítið harkalega á honum. Nú aðeins sýndamunum á þeim en Jóhannes er sterkur. Einungis 17 ára, Jóhannes er búinn að eiga alveg frábært tímabil hér hjá Víkingi í vetur og markahæsti maður liðsins og mjög efnilega leikmann og þarna enn einu sinni er það vörnin sem hann nær og boltinn fram og þetta var ekki nægilega góð skot hjá Egilus. Arnar Þór Ólafsson var alveg í boltanum en ég veit ekki hvort það náðist eftir hann eða ekki en skotið var framhjá. Nú þeir reyna þetta en á nýja spila hér 7 á móti 6 varnarmönnum Víkings. Það hefur ekki gengið neitt rosalega vel fram að þessu en kannski gengur það betur núna og já, það gekk betur núna, ekki veit hvort það var vegna sem voru 7. Viktor Andri spansir þarna bara inn á miðjuna og hann var látið vera í fríði þannig að hann bara skaut upp í Víkinginn og skoraði og minnkað munin í 2 mörk. Staðan er 8, Víkingur 8, Krían 6 þegar að rétt rúma 5 mínútur eru liðnar eftir að fyrri hálfleik þessa leiks. Nú stefnir í það að þetta leikur verði í Jarnum en þetta Kríulið nokkuð sterkt þótt að þeir séu ekki
alveg á toppi deildarinnar. Á toppi deildarinnar eru HK og Víkingur eins og þau sagði hér áðan sem að berjast að hvort fari beint upp. Nú þarna var Styrmir með sendingu inn á Arnargöta og þarna sér það sem að tala áðan hann Örn Inga sem var frábær innkomu, þóttist ætlaði að gefa henni Hjaltamá og vörnin ætlaði að blokkara það, opnaði stöðu fyrir sem fór í gegnum og skoraði af öryggi og gaman að sjá þetta mark hjá honum Erni Inga. Staða 9-6 kemur Víkingum með 9 mörk gegn 6 í Kríunar og Krían ákveði núna að hætta þessum 7 sóknarmönnum og spila bara hefðbundið 6-6 í sókninni. Þarna vildi Arnar Gauti meina að hann hefði nú ekki brotið á Gunnari Val þarna á línunni en dómarinn var ekki sama máli. Ég hef nú grunum að nú aðeins hjálpa honum í það. Og þarna var góð rykking, þarna var frábær rykking inn á hjá Gunnari Val en líka frábær varnarleikur sem að varnarmenn Víkings komust í veg fyrir hann og hafa væntanlega stigið á línu við að stöðva hann á þennan hátt því að dómarinn dæma hér vítakast sem að Kristján Orri tekur og skorar. Sverrir var í þessum bolta en það dugði ekki til og Kristján Orri minnkar hér munin í 2 mörk, staðan 9-7 Víkingi vil þegar 26,5 mínúta í liðina fyrir hálfleik. Það er rúma 3 mínútur eftir að þessum hálfleik og það voru að sjá hvernig þessar síðustu mínútur fara. Það hvert mark sem að bæti við. Þetta var mjög vel gert hjá Örni Inga þar að skapa sér þetta færi þarna miðjunni og þokkalt og ágætt skot þannig en Arnar Þór Ólafsson í marki Kríunar átti bara mjög góða markvörslu og nú hafa Kríurnar möguleika á því að minnka munin í eitthvað. Það er mikilvæg markværsla hérna hjá Arnari Þór og boltinn döngir yfir. Það er ekki mjög harður bolti nú þarna að vinna Víkingarnir boltan yfir langt. Kast og Eyjendus til Arnars Gauta og Arnar Gauti klára þetta góða færi sem hann hafði og kemur Víkingum hér 4 mörk yfir 10-7 og það er rétt rúmar 2 mínútur eftir af fyrri hálfleiknum. Krían svona lætur boltan renna hérna svona tiltölulega rólega fyrir utan, alltaf væntanlega að reyna að spila sig upp í örugt færi og þarna reyndi Hlynur Bjarnason skot á gólfinu en það fór fram hjá markinu og Víkingar komnir boltan. Boltinn, já, það gekk aðeins of aðgangsharður hann Kristján Orri aðeins og afgangsharður við, hann logaði hérna miðjunni, ætlaði að stöðva hann og logi sneri hann af sér og ætlaði að koma boltanum áfram út í horn sem það tókst ekki og þarna var réttilega dæmt aukakast og 2 mínútur 2 mínútna brottrekstur á Kristján Orra. Nú þá var spurning hvort að þannig að hætta við, þetta er þolinmæði. Það er ekki alltaf að keyra þarna kom Hjalti Már Víking 4 mörkum yfir skotalínunni. Staðan 11-7 þegar rétt mínúta er eftir að þessum leik. Kríumenn verða að spila einu færri hér út hálfleikir svo fremur sem að einhver Víkingur fá eftir brottvísun. Láta boltan ganga hérna í róletum að freista þess að fá færi og aftur hér upp og enn er Sverrir að verja
Þetta var óskynsamlegt hjá Loga að skjóta þarna, það var nægur tími og það hefði verið miklu farsælla að stöðva og byggja hér upp rólega sókn þegar Víkingar eru einu fleiri og það var hálfmínúta eftir að leiknum, það hefði verið miklu farsælla að fara að byggja upp sóknina og enda á góðu skotfæri en það gerist ekki, 10 sekúndur eftir á leiknum þannig að væntanlega fer að koma skot á markið frá tíðinni. Þarna er sending sem að inn á langur bolti fram á Arnar Gutta og nú eru sendingarnar hjá honum Sverri að ganga upp, ekki eins og það fyrstu í hálfleiknum en það dugði ekki, það var ekki nægur tími til þess að klára þessa sókn og flauta hér til hálfleiks og staðan í hálfleik eru 11 mörk gegn 7, Víkingi vil og Krían verður einum leikmanni færri 22 sekúndur í síðari hálfleik en við tökum hér þá smá hlé og eins og leikmenn og komum hér aftur eftir leik og fylgjumst áfram með þessum ágæta handboltaleik.
Já, þá fyrir að styttast í það að síðari hálfleikur hér í Víkinni hefjist í leik Víkings og Kríunnar í grilldeildinni. Staðan í hálfleik er 11 mörk gegn 7 Víkingi vil og Krían byrjar hér með einum leikmanni færra. Fengu 2 mínútna brottvísun hér undir lok leiksins og þurfa að vera hér í 22 sekúndur einu færri. Nú dómararnir tilbúnir, borðið tilbúið og leikurinn kominn í gang. Það er hérna leikmenn á miðjunni hjá Kríunni er Hlynur Bjarnason sem að stjórnar, Arnar Jón Agnarsson hérna hægra megin númer 1 og þarna vinstra megin fyrir utan skemmtilegur leikmaður Viktor Andri Jónsson, ungur. Nú, og hérna hægra megin var að skipta inn á hann Kristján Orri Jóhansson, örfendur góður leikmaður og þarna fór Krían illa með vörn Víkings, skora hér af línu. Víkingar taka hraðan bolta og þetta var nú tiltölulega ónákvæmt til Víkingunum en þeir halda boltanum og Egiltus með skot sem að var auðveldlega varið og Krían fær boltan og getur minnkað 6 á muninn. Er orðnir jafnmargir í liðum. Staðan 11-8 Víkingi vil þegar að 1 mínúta er liðin að síðari hálfleik. Þarna var Viktor Andri sem komst í gegn en Sverrir Andrisson átti eina frábæra markvörðuna hér enn. Góð markvörðslega í þessum leik eins og reyndar hefur verið hjá Arnar Þór einnig. Og þarna kom hann Jóhannes Berg með gott skot og kemur Víkingum í 12 mörkur nefna. Það er hröðmiða og já þarna það fór alveg á fullu, hann Hlynur Bjarnason í fangi á Styrmi og Styrmi vildi fá ruðning en Hlynur vildi fá aukakast og það var Hlynur sem fekk aukakastið. Aftur góð sending inn á línuna á Filip Antonov og 2 mínútur á Kjartan fyrir og Víkingarnir því hér einum færri. Staðan 12-9 og 2 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Krían búinn að skora 2 mörk á móti 1 marki Víkings í seinni hálfleik og Örn Ingi kemur hér á miðjuna. Ótrúlega teknískur leikmaður, Logi fyrir utan, Jónas Berg. Guðvann kemur inn á miðju, fyrir aftur til baki hornið. Örn Ingi var ekki Jóhannes fer inn, reynir að fyrta þessi í gegn og Viktor Andri Jónsson lætur skapinn hlaupa með sig í gönur. Það var náði þarna boltanum en hafði brotið á Jóhannesi Berg að mati dómarans en hann var ekki sammála og lét það í ljós á kannski einum of sterkan hátt og fær 2 mínútna brottvísun fyrir þá íþróttamannslega framkomu, menn þurfa að passa sig í því. Þetta er nú ekki mjög harkalega viðbrögð hjá honum en þó dómararnir mátu þetta þyrfti að stoppa það strax upp að við. Örn Ingi eftir góð tekni yfir Jóhannes Berg og upp í vörnina og brotið á honum. Nú, það er jafnt í liðum, þeir eru báðir einu færri. Og það er Logi með skot sem er enn góð markvörðsla hjá Arnari Þór Ólafssyni og nú hér er komið gult spjald á bekkinn væntanlega fyrir að mótmæla væntanlega. Þeir ætla ekki að láta slíkt líðast dómararnir í þessum leik greinilega og Krían fær hjá boltan, er með boltan og fer rólega í sóknina. Það er 1 mínúta þar til að þeirra
leikmaður kemur inn á sem að Reykjavík var út af en 25 sekúndur út við Víkingarnir koma. Vel átt að ganga hér á rólega. Línur og skot yfir og langur bolti fram og nú var það Sverrir Andrésson sem skora þvert yfir völlinn og skora hér 13. mark Víkinga 13-9. Þetta alltaf hættan þegar að menn taka markmannin út af að og eru jafnvel með ótímabær skot að það tekur tíma fyrir markmannin að komast í markið aftur og það nýtti markvörður Víkinga Sverrir Andrésson sér og átti gott skot hér yfir og örugt inn á mitt markið og staðan 13-9 fyrir Víking. Krían hér lætur ganga að reyna að komast hér inn hann Henrik Bjarnason en hann kemst ekki í nægilega góða skotstöðu, ákveða að skjóta ekki en fær hér aukakast. Þeir eru ennþá einu færri og í næstu 10 sekúndur og kannski skynsamlegt hjá þeim að sækja eitt fríkast í viðbót. Þarna rákust þeir saman, tók skrefið út á móti, hann Jóhannes Berg og stöðvaði Henrik. Jóhannes var í skrefinu út á mótunum. Hefði hann staðið í lappirna báðu tvær þá vantilega fengið running en hann var hérna á ferðinu og réttilega dæmt á hann fríkast. Staðan 13-9 þegar að tapa 5 mínútur í liðuna síðari hálfleik og nú er árið jafnt í liðunum að 9. En höndin komin á loft og þarna átti Kristján Orri Jóhannsson skot að marki og þetta var bara mark, sýndist það dæmt bara markast að markmann hefði boltan. Þeir ráðfæra sig hér, dómararnir, og ákveða það að þetta hafi boltinn skotið hafi bara farið framhjá sem ég held hafi rétt en hins vegar var aðeins nú hnaukað við honum Kristján Orra og það hefði verið að dæma fríkastar en ég held að það er rétt að það bolti fór ekki í varnarvegg Víkings. Nú Víkingar geta þá auki munistaðinni 13-9, leysi Guðjón inn og Örn Ingi notar ætla að koma boltanum inn á Hjaltamá og fekk síðan bara frákastið úr vörn Kríunnar og nýtti sér það vel. Nú hraðal með Pér, góðsendi hjá Jóhannesi. Þarna er víti og 2 mínútur. Það er aftur, þetta var greinilega brot hjá Kristján Orra í manni sem var í dauðafæri og fremstu mann á þennan hátt og þetta er svo freistandi að slá þótt að Kristján Orri hefði átt að vita það að með því að gera þetta á þennan hátt. Hann var að reyna að ná að slá boltan en slæðir höndinni í hönd Víkingsins og fær hér. Nú er þjálfari Kríunnar komið með rautt spjald. Það var búið að gefa bekknum guldspjald fyrir mótmæli og þetta voru heldur of kröftu mótmæli hjá þjálfara Kríunnar núna og engin ekkert annað fyrir dómarinn að gera en að gefa rautt spjald eftir þessa framkomu. Þótt að menn hittni aðeins í leik. Nú hann sparkaði hér niður stól. Það var nú ástæðan fyrir því og eftirlitsdómarinn leiksins benti á það og því vegna þessara framkomu þá þurfa Kríin að taka annan mann út af. Þannig að nú eru 2 færri og það má eiginlega segja það eftir að hafa verið að spila hennan ágæta leik að þeir hafa verið sjálfur sér verstir. Hér víti sem að Víkingar eru að taka sem réttilega gert, réttilega dæmt víti og 2 mínútur þess að brotið var þess eðlis. En þjálfari Kríunnar var ekki sammála því og fekk rautt spjald þar sem að þeir hefðu fengið guldspjald áður fyrir óíþróttalega frammistöðu og framkomu meinti ég nú og ekkert annað að gera en að gefa rautt spjald. En eiga aðeins að passa sig. Það er skiljanlegt að maður geta aðeins mist sig svona á momentum en þegar er búið að fá guldspjald á bekkina þá verður menn að passa sig betur. Og nú er reikistefnu það hvað eiga að vera margir inn á vellinum.
þeir eru líklega bara, já þeir eru fjórir, 5, það eru 2 út af hjá liði Kríunnar og Ólafur Guðni kominn hér á punktalínuna og skorar af öryggi og kemur Víkingum í 15 mörk gegn 9 þegar að 6 mínútur liðnar af síðari hálfleik og einungis 4 leikmenn Kríunnar í sókn. Það var einn og Víkingar að fara aðeins framar og freista þess að ná boltanum og Krían gengur inn í vörnina og gera það bara mjög vel að sækja fríkastið sem reyndi hann að gera og þarna var ruðningur. Þetta var eiginlega ekki mikið hann að gera þarna en að reyna kostar í kegn en Víkingarna á að loka og dæmdi ruðningur á Kríuna og þá er að láta boltan ganga vel út í horni hérna upprætt færi og það er Arnar Gauti Grettisson sem að skora eitt markið sitt og kemur Víking 16-9 orðið 7 marka munur og ennþá er Krían 2 leikmönnum færri. Og mega það þakka þjálfara sínum sem að misti sig hér við dómarana. Nú er hann að halda boltanum, Víkingarna er svona ekki að gefa hann færi, þarna bara gera það ágætlega reyndar að halda. Nú Jóhannes hefði ekki mátt vera mikið lengur aftan í Viktor Andra þarna þegar hann braut á honum. Þá náði að sleppa áður en að of langt að gengið. Bekkurinn hjá Kríunni ekkert lært af rauða spjaldinu hjá þjálfara þeirra áðan en þarna var ekkert að gera aftur annað fyrir að Viktor Andra reyna skot. Þetta er erfitt að vera tveimur færri í leik sem þessum og við nú aftur gengið út í hitthornið á Guðjónin en það er ennþá er það Arnar Þór Ólafsson að verja verður hornunum. Það er búið að vera góð markværsla að báða búa í þessum leik. Staðan 16-9 Víkingi vil þegar að Krían eru aftur með fullskipa lið. Þetta var þeim dýrkeypt þetta ævintýri hjá þeim hér áðan. Nú þá byggir Krían hér upp á ný leikinn og Arnar reynir enn einu sinni skotan Viktor Andri en það í slána og yfir. Styrmir á markinu kemur boltanum yfir og það er Hlynur Bjarnarsson sem náði að slæða þingri í og boltan út af en Víkingarnir halda boltanum. Þarna var Víkingarnir innkast og Egils kemur út af og Örn Ingi aftur inn á miðjuna. Og Víkingar láta hér boltan ganga. Guðjón hleypir hér inn á miðjuna út í 5-2 og þarna var ekki nægilega góð sendi hjá Erninga og það var Kristján Orri Jóhannsson sem að þarna minkar munin í 6 mörk. Víkingur 16, Krían 10 og þarna var skot í slá, það var gott færi en þarna það lætur ekki klikka tvisvar í röð. Þarna var hann Arnar Gauti með ágætismark og kemur Víkingum aftur 7 mörkum yfir, staðan 17-10 þegar 20 mínútur eru eftir af þessum leik, rétt rúma 20 mínútur. Og Krían hefur þetta Henrik Bjarnarsson þarna yfir á og það og Henrik Bjarnarsson aftur henni Guðjón verð þetta og Filip Antonov stöðvar þarna mögulegt hraðaupphlaup Víkinga sem halda hér boltanum, þeim liggur svo sem ekkert á þannig. Þetta eru 7 marka munur sem að þeir eru komið ákjósilega stöð og þurfa þá bara einbetta sér að því að skora 1 mark í einu í hverju sókn.
og engin ástæða til að flýta sér, en menn verða samt að halda einbeitingunni til þess að halda þessu mun vegna þess að þótt að mörg séu mikið handbolta þá, þarna akkur það sem að, akkurat það sem að gerðist var það að Víkingarnir héldu ekki einbeitingu og mistu boltan klaufalega og Logi hefði hann tekið boltan þá verið tígrip og hann var nú heppinn að dómarinn voru ekki alveg að fylgjast með fótaburðans, potaði hérna í boltan aðeins með löppinu og heppinn að dómarinn sá það ekki. Það ekki, má ekki hérna leyfa sér þetta. Nú Logi að vörninni, Hjalti má búinn að rekja sig og skot yfir, en jú, það var greinilega haldið í hendina, gripið í hendina á honum Loga. Hann samt heppinn, þetta var ekkert alltaf gott skot í honum og ekki alltaf góð fæði, en Víkingarnir ná að halda hér boltanum. Og þarna aftur Logi rekinn út af fyrir meint brot og slegið andlit. Ég ekki vissum að það hafi verið að það hafi verið viljandi. Það var á leiðinni inn með boltan þegar að Viktor Andri náði að slæma boltanum í boltan og vinna hann og lagði sig niður og væntanlega fengið eitthvað í andlitið sem alltaf var vonað að vera þannig. Nú, Jónas Bergs stoppar hérna sókn Kríunnar. Viktor hér að miðjunni og hér fyrir utan Arnar Jón Agnarsson sem kom boltanum á hornið á Kristján Orri Jóhannsson sem að fekk gott færi sem að hann nýtti sér fullkomlega, mjög sterkur arfendur leikmaður hjá Kríunni og skorar hér ágætt mark og á staðan er 17-12. Víkingi vil þegar að stað var hér áðan 17-10 og eftir tvenn slæmistök hjá Loga misti boltan í tvígang og ofan í kaupið fekk hann 2 mínútur fyrir það að hafa rekist í andlit leikmanns Kríunnar. En Víkingarnir láta boltan hér bara ganga Jónas. Örningi á honum, það komið 3 á hann og ætla ekki að sleppa hann. Ég ætla bara að fylgja honum út úr húsi. En það breytti því ekki, það búið að dæma hér aukakast og þurfti 3 menn að stoppa Örninga enda teknískur góður leikmaður með mikla reynslu. Nú Arnar Gréti hleypur inn á línuna, Jónas Berg upp og það hangið aftan í honum, höndin komin á loft hjá dómurunum. Þannig að það styttist í það að Víkingar verði að skjóta af markinu. Örningi og Styrmir og Jónas út í hornið, einsending þetta nú þarna var einni sendingu og mikið. Þetta var klaufalegt hjá Víkingunum þarna, vissu það að höndin var uppi og tóku 6 sendingar, þeir áttu bara 5 inni og Krían að minka munin í 17-13 og þeir voru nú heppnir þarna. Krían að það var búið að Víkingur voru búnir með sendingunum sína vegna það var hérna reynd línusending sem að fóturinn var settur á loft til þess að stoppa og það eru 2 mínútur í leik, þannig að það var sem betur fyrir Kríuna þá voru Víkingar búnir með sína sóknir og búið að dæma Kríunni boltan. Eins og ég sagði hér þegar staðan var 17-10 þá skiptir máli að halda fókus vegna þess að það fljótt að fara 7 marka munur oft í handboltaleik sem þessum og það gerist hins vegar alls ekki. Þeir búin að missa hér á klaufalegan hátt í 3-gang boltan vegna einbeitingarleysis og Krían gengið á lagi og staðan 17-13 þegar að 43 mínútur liðnar að þessu leik. Klukkan eitthvað, eða flautan, eitthvað að stríða okkur hér.
Örn Ingi, Jóhannes, Ólafur, Styrmir, Jóhannes og boltinn áfram í horn, teygja á vörninni, en býður með skjóta og Örn Ingi með glæsilegt skot þarna og kemur Víkingum 18-13. Kría reyna að taka hraðamiði og á fullur hraðamiði, voru nánast búin að komast hér í gegnum hornið, en gera það ekki og þarna var henti Viktor Andri sér í gegnum glufu á vörninni og fær dæmt vítakast. Það var ekki mikið brotið á honum og ekki á staðinu teig, en það hafði væntanlega verið eitthvað. Og Krían fær tækifæri hér að minnka muninn aftur í 4 mörk, staðan 18-13. En hér er komin markið hann Hlynur Freyr Ormarsson sem að freista þess að verja þetta víti frá Kristjáni Orra. Sem að gerir! Og Kristján Orri náði þarna boltanum og kominu markið en steig inn fyrir línu þegar að gerir það, þannig að við Víkingar og heppnum með það að fengu dæmda línu og halda hér í sóknina þegar staðina 18-13 og rúmar 15, síðara hálfleikur svona það bil hálfnaður. Örn Ingi, Styrmir upp, Jóhannes, Örn Ingi kemur boltanum út í hornið, en tekur hann í horninu, Arnar Þór Ólafsson búinn að taka líklega 5-6 skot úr horninu á stórglæsilegan hátt og Krían er hér í sókninni, þegar Víkingar náðu nú að stöðva þetta hraðaupplaustilraun eða seinni bylgju, en Krían heldur hér boltanum. Egidíus komin hér í vörnina, skipti við Örn Inga. Krían lætur bolta hér ganga, eða ekki ganga. Stinga dálítið mikið niður boltanum Krían nánast í hver einasta maður, hver einasta sókn og þarna kom Arnar Jón boltanum inn á Egil Plóter Óttarsson, en vörn Víkings sáu þessu og hérna honum á. Þarna kom ágætt skot hjá Arnar Jón Agnarsinni. Þarna tók Sverrir Andrisson markinu sensinn á öðru horninu áður en skotið kom og valdi vitlaust horn og staðan en 4 marka munur, Víkingur 18 og Krían 14 og 46 mínútur liðnar að þessum leik. Örn kemur aftur að stjórna hér spilinu á miðjunni. Styrmir, Örn Ingi fyrtar sig gegn Jóhannes og á honum brotið og þeir fara aftur, segir Jón Gunnlaugur þjálfari Víkings, þannig að það er þá greinilega eitthvað kerfi í gangi og þarna kom snöggt í hjá Styrmi. Hann getur þetta mjög vel og stökkva hér vel fyrir utan teginn og góð skot og þarna gerir ekkert allt of mikið af því en gerir það núna, en það kemur hér tilbaka er það Kristján Orri Jónsson sem að svara strax fyrir sig fyrir Kríuna. Staðan 19 mörk, Víkingur 19 og Krían 15, áfram þessi 4 marka munur og 12,5 mínúta eftir af þessum leik. Örn Ingi, Jóhannes, Ólafur kemur hér út og kemur boltanum áfram. Það er dæmt hérna, Jóhannes fer inn í vörn að reyna að komast þær í gegn og en dæmt aukakast. Það var hljóp hér inn úr horninu hann Arnar Gauti en honum var hringt frekar harkalega inn í teginn en það kom ekki að sögn. Jóhannes með skot framhjá og Krían kominn hér í sókn og sækir á vörnina og það er Viktor Andri Jónsson sem að skora annar glæsilegt mark þarna vinstra megin fyrir utan og minnka muninn í 3 mörk og
Víkingarnir gera sér þetta alltof erfitt, voru komið með afgerandi forystu 17-10 þegar að þeir mistu fókus í smá tíma og þessi kaflurinn 6-2 Kríunni vil, en þá kom önnur dúndra frá Styrmi og sem að skora hérna með undirskoti föstu utan og stað 20-16 en 4 marka munur. Þarna var barátta og slegist inn í teignum og dómari mátti það svo að Jóhannes hefði gerst brotlegur. En hann liggur þarna í gólfinu. Og það koma hér 2 skiptingar hjá Kríunni. Hér komur inn nummer 23 Sigurður Egill Karlsson og svo aftur inn á hér 15 Gunnar Valur Arason sem spilaði hér aðeins í fyrri hálfleiknum. Og staðan 20-16 4 marka munur þegar 11 mínútur er eftir af þessum leik. Og Krían ekkert á því að gefast upp. Þarna heldur vörn Víkis á hana en það er lokað og gott, það aftur, það langt skot fram og það er hann Arnar Gauti sem að skora þarna á hraðahlaupi sem að skipti miklu máli. Þetta var ekki nægilega gott skot að hálfu Kríunnar að marki Víkings. Víkingar ná hér góðri sendingu fram á Arnar Gaut sem að skora örugglega og Krían enn að missa sig, koma hér labbandi út af vellunum, öskrandi og á tímaborðið eins og það hefði eitthvað upp á sig að segja og þeir ganga hér í skrokk á stólum. Það er greinilega dálítið ójafnvægi í geðslaginu hjá þessari stöðu. Akkurat þegar þeir eru búin að standa sér svo vel í því að halda sig inn í þessum leik eftir að Víkingar voru komin 7 mörk yfir 17-10. Núna er staðan hins vegar 21-16 Víkingivil og þeir eru einu færri næstu 2 mínúturnar Kríumenn og Krían þegar að 10,5 mínúta er eftir af leiknum. Nú er einhver aðeins reikistefna hérna eftirlitsdómara leiksins. Nú boltinn komið hér í gang aftur. Krían einum leikmanni færri og 5 mörkum undir. Þú voru hérna illa að ráðið sínu. Eins og sé einmitt þegar þeir höfðu staðið svo vel að saksa á forskot Víkinganna. Og það er leysa hér inn á línu, það er boltan ganga vel fyrir utan og voru nánast komið hér í gegn en dæmdu aukakast á Víkingar þarna sem höfðu brotið á Gunnari Val inn á línunni. Hann er eitthvað að tjá sig við dómarana. Þarna heldur betur tekið á því í vörninni. Þetta lét hann aftur missa þeir hausinn að óþörfu í hita augnabliksins og þeir fara hérna 2 saman sem voru að takast á við hvorn annan. Það var Viktor Orri Þorsteinsson á Víking og síðan Róbert Pettersson. Þannig að nú aftur í leiknum, í annarskipti leiknum eru bæði lið með, það er nú þannig að nú er Krían 2 færri og Víkingar 1 færri. Þetta er svona athyglisverð staða í þessum leik. Og leikurinn komið hér á stað, það eru 9,5 mínútur eftir, stað 21-16 fyrir Víking og Krían freistir þess að minnka muninn.
Egill Plóter, rekar inn í vörn Víkinga og er stöðvaður þar. Það var að gera, reyna að halda honum gangandi. Og Egill með skot sem að hann á mjög auðvelt með að vera hans Sverrir Andrésson. Og Víkingarnir taka hér rólega, skipta hér út af og inn á kemur hér hjá Víkingu í fyrsta sinn í leiknum hann Arnar Steinn Arnarsson, númer 8. Ungur og efnilegur hornamaður örfentur og hann fær boltan hér á fyrsta færið og hann ætlar ekki að klikka á því, skorar af öryggi og kemur Víkingu í 22-16, 6 marka mun þegar að 51 og 18 sekúndur liðnar að leiknum. Krían hér ennþá einu færri Víkingarnir. Reyndar hér út af vellinum eru 5 Víkingar á móti 4 leiknum Kríuna en núna kemur leikmaður Kríunar inn og jafnt á liðunum að 9. Þarna var Egill Plóter að koma inn og hann strax spinnur sig í gegnum vörnina hjá Víking og gerði það bara mjög vel en Sverrir Andrésson gerði þetta bara ennþá betur og varði þarna frá honum skot úr dauðafæri og búinn að sýna mjög góða markvörslu í þessum leik eins og í allan vetur með 41% meðal markvörslu í gegnum alla þessa leiki sem við erum búin að spila hér og staðið þá meira og minna stærsta hlutan af þeim og búinn að sýna stórkostlegan árangur í markinu í vetur. Nú Víkingarnir koma hér, láta boltan ganga hér fyrir utan, það er jafnt á liðunum, það eru 5 á móti 5 hér utan, 6 í liðinu í heild og boltan ganga vel enda aftur inn á hornið og þarna varði hann Arnar Þór einu sinni enn úr horninu. Arnar Gauti var aðeins með hugan við manni sem lá fyrir fótum hans í teignum, hefði getað slæmt fætinum í hann og fengið víti en gerði það ekki sem enda það svona kannski svolítið hæpið en það hefði verið gaman að skora en hann gerir það bara næst. Nú boltið gengur hérna fyrir utan, það er harka hér, það er góð sending inn á línu og skot Gunnars Vals í andlitið á Sverri Andréssyni. Það var nú algjört óvenjulegt verk, það var verið að hafa brotið á hann í leiðinni og Víkingar missa einn mann af velli. Ég vil meina það, þetta hafi verið rifið aftan í hann á það hæstalega að það verðskuða 2 mínútur. Nú aftur er það Hlynur Freyr sem kemur og freistar að verja vítið. Hann varði hér víti áðan þegar hann kom inn á og nú er að sjá hvað gerist. Filip á línunni og hann var alveg í honum, það munaði engu að Hlynur Freyr næði öðru sínu vítið þarna. Hann varði boltan í markið aðeins neða með hendina þá þetta var komið og staðan úr 2017, 5 marka munur þegar 7 mínútur eftir og Víkingarnir eru einum færri. Nú láta boltan ganga hér. Örn Ingi, Styrmir, Örn Ingi og Jóhannes og Arnar og svo Arnar hinn með, þeir eru hérna sikkur á horninu og Arnar hörnir. Við láta boltan gangi yfir á Styrmir aftur á Örn Inga. Það er skynsamlegt að láta boltan ganga svona og halda og láta tíman líða. Þeir eru einum færri og Örn Ingi með mikla reynslu og klókur, teknísku skemmtilega leikmaður. Og það er Styrmir upp jafnfætis og skýtur hann alltaf skjóta yfir höfuð á Arnari Þór en hann sá við honum og varði enn eitt skotið. Hann er búinn að standa sig mjög vel í markinu í þessum leik. Hann Arnar Þór eins og Sverrir kolleginn hans hinum megin. Nú hér var reyndu Krían sending út í vinstra hornið en Arnar Steinn næði að slá að það út af en Krían heldur boltanum og það var Viktor Orri Þorsteinsson sem að
kom sér þarna í tiltölulega þröngu færi inn í horninu og skorar yfir höfuð á Sverri Andréssyni, ágætt mark og staðan nú 22-18. Og það eru 10 sekúndur þar til Víkingar fá mannin sinn inn á. Staðan 22-18 og 5,5 mínúta eftir af þessum leik og það er ekkert ómögulegt fyrir Kríuna að ná að jafna, en Víkingar þurfa að halda, já, hérna sækir Örn Ingi fríkast og Víkingarnir komið með fullt lið. Ólafur Guðni kominn hér inn á línuna. Hann er frekar sterkur í blokkaringum, en fær ekki svo glatt með hann þarna á línunni. Örn Ingi og Jóhannes upp og þar komum með skot í vinstra hornið og staðan orðið 5 marka munur, 23-18. Þarna hefði einhverju látið bolta rúla áfram og látið Kríu sækjan og látið tíma líða í þessa stöðu, en íþróttamannlega gert hjá Egidjus að stöða boltan og koma honum aftur í leik. 5 marka munur þegar 4,5 mínútur eftir þessum leik. Krían er með boltan hér. Sækir markið. Aðeins halda boltanum. Góð sending, hérna var góð sending í Krínu línu, en það var ekki tekið og Arnar Steinn upp. 1 á móti 1 og skoraði Öryggi að hans annað mark í þessum leik. Góð innkoma hjá honum, komið 2 mörk, reyndar í 3 skotum og staðan 24-18, 6 marka munur þegar 4 mínútur eftir að þessum leik. Þannig að það svona lítur út fyrir það að Víkingar sé að tryggja sér þessi 2 dýrmætu stig sem í boði hér í kvöld. En maður aldrei að segja aldrei, það eru annars gesti handbolta. Þetta er mjög mikilvægt fyrir Víkinga að halda þessum 2 stigum. Þeir eru á topp deildarinnar með ásamt HK sem að spila núna við í þessum orðum tölum við Hauka eins og staðan núna þá og að óbreyttu þá er það HK sem á leiðinni upp og vegna þess að HK vann innbyrðis leiki við Víking. Það var hérna hörkuleikur hjá þeim hér í Víkinni sem var alveg ótrúlega leikur þar sem að Víkingar leiddu alla leikinn þar til að 5 sekúndur voru eftir, 35 sekúndur voru eftir þegar HK komst í fyrsta skipti yfir í þeim leik og náðu 2 stig sem að þeir þurftu. Nú hún er snar brjáluð þessi klukka hérna. Það er þetta, hún gerir þetta stundum, það nú að fara að finna leið til þess að fagga niður einni þegar hún á að þegja. Krían hér lætur boltan ganga hér fyrir utan og verða að vera snöggir að skapa sér færi og skora ef þeir ætla að eiga einhvern möguleika í að ná stigum þessu reit og það var reynt skot en Sverrir grípur boltan og Víkingarnir fara hér rólega af stað, enda með trygga fórustu 6 marka mun þegar 3,5 mínútur eftir og engin ástæða til þess að taka séns á því að missa boltan hér óþörfu í einhverjum vafasumum hraðaplöpum. Að gera að byggja upp sóknina, láta tíma líða og ekki skjóta fyrir komin í tiltölulega öruggt færi eða gott færi eða þá að bíða eftir að höndinu hjá dómaru komi upp og Örn Ingi sækir hérna enn eitt fríkast inn í vörðina. Hann er lunkinn við það, strákurinn. Og Víkingarnir halda hér boltanum á meðan tifar tíminn. Það eru 3 mínútur eftir þessum leik og Víkingarnir halda hér enn boltanum með lengri sóknir sem við séum hjá þeim. Núna Styrmir, nú fer höndin vantilega að koma á loft. Já, þetta komin á loft og þá fer bara Jóhannes uppi í marki, kemst miðjuna á Örninni og skorar og Gull tryggir stigin fyrir Víking í stað 26-18. Hraða upphlaup, þeir taka hraða miðju Krían og voru nánast komnir þarna í gegn en Víkingsvörnin að stöðva það. Það er 2,5 mínútur eftir, staðan 25-18 Víkingum í vil þegar að, já, rétt rúmlega 2 mínútur eftir þessu leik. Nú það er góð síðan, þetta var vel gert hjá hann, góð vílusending hér frá honum Agli inn á Henrik Bjarnason sem skoraði og minkar hér aftur
minkar hér aðeins munin og staðan 25-19 og hér koma tveir leikmenn inn í fyrsta sinni þessu leik hérna í hægra megin fyrir utan er Magnús Hallsson sem var að spila sin fyrsta meistaraflokksleik í deild nú daginn og skora það 4 mörk í góðri innkomu, búinn að vera mikið meiddur en komin í gott form og síðan er það hann Bjartur Guðmundsson hér númer 9 teknískur strákur sem að hérna fá hér að klára þessa síðustu mínútu þegar sigurinn var komin í höfn og Bjartur reynir að koma boltanum inn á Ólaf á línunni en það fer í fótinn á varnarmenni Kríunnar og Víkingar halda boltanum hér Örningi þar var nánast komin inn boltinn yfir á Magnús og Bjartur reynir skot sem að fer í vörnina en þarna var mjög snirtilega broti hjá honum Erni Inga í hraðaupphlaupið. Það voru komin þetta fram fyrir fremsta leikmann Víkings Magnús og Örningi og brýtur þarna mjög snirtilega á honum fyrir utan punktalínu og þar að leiðandi einhvern svíkast og hálf mínúta eftir þegar skot og einn boltinn enn sem hann er með að sverð. Boltinn gengur hér áfram inn í hornið og já, Arnar Gauti kom og skorað hér mark, enn eitt markið staðan 26-19, Víking og 10 sekundur eftir og þessi leikur að renna sitt skeið og Víking og þarna reynir Krían skot og leiknum er lokið hér með sigri Víkings 26 mörk gegn 19. Víkingarnir voru komnir hér 7 mörk yfir upp fyrir hálfleiksins 17-10 en þá kom slæmur kafli hjá þeim þar sem að mistu einbeitinguna og mistu frá sér boltan á klaufaðan hátt í 3 skipti og þeir náðu Krían náði að mikka munin í 4 mörk en lengra komist ekki og Víkingar vinna þennan leik síðan með 7 mörkum staðan 26-19 og Víkingarnir áfram á toppnum hér með, já, nú vitum við ekki hvernig hvernig leik HK og Hauka. Já, þannig að við ætlum nú að reyna að finna hvernig staðan var í þeim leik. HK er þar sigurstranglegri en ef þeir tapa hér stigið þá eru Víkingarnir í góðu séns að koma upp en ef að HK vinnur Hauka þá eru Víkingur og HK jafnir að stigum fyrir síðustu umferðina en HK þá beint leið upp í efstu deild vegna þess að HK vann hér runni báða við Víking. Þannig er nú það. Nú Víkingar eiga leik á föstudaginn norður á Ísafirði við Hörð sem að sýndi mikla mótstöðu hér lengi vel þegar spiluðu hér í Víkinni síðast. Það er síðasti leikur í þessari umferð og við fáum að vita það á föstudaginn hvort að Víkingar fara þá beint upp eða hvort að þeir þurfi að fara í umspil og það er svo sem að segja vegna þess að þessi lið sem að þeim eru mæti í umspilinu eru alveg ágætt en við sjáum til, við þökkum hérna fyrir okkur hér í Víkinni þar sem að Víkingur sigraði Kríuna með 26 mörkum gegn 19. Kæra þakkir.